Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur að sunnan. Héðan úr Landeyjahöfn, þessu magnaða og margum talaða mannvirki sem hefur bæði glatt og grætt undanfarin 5 ár. Við ætlum líka að læra að lesa í skóginn og tálga eins og Emil í Kattholti. Þetta alveg, maður getur ekki skorið sig hérna. Kynnast lífinu í Fagradal sem í Mýrdalnum og svo það Tónar og Trix. Tónar og Trix kór eldri borgara í Þorlákshöfn og fyrir nokkrum vikum brugðu kórfélagar sér í stúdíó og tóku plötu sem við heyrum meira af í þætti dagsins. En við byrjum á því að kíkja í ævisögu Landeyjahafnar. Lítt og létt, báran skvett, bátnum gefur, ljúfur blær, landi fjær, leiðir gnóð. Herjólfur hefur lengstum siglt milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja en frá sumrinu 2010 hefur hann siglt Landeyjahöfn, en þó ekki eins oft og vonast var eftir. Það var ekkert á milli mála að höfnin skiptir Vestmannaeyinga gríðarlega miklu máli, en nú spyrjum við hvað með sveitungana. Landeyjahöfn jú Rangæingur. Jú, sjálfsögður Rangæingur. Hún hérna í Austurlandi og hún Rangæingur, en það hefur í gegnum tíðina líka verið mikil samskipti milli Vestmannaeyja og Rangárvallasýslu. Kallarnir í gamla daga fóru á vertíð til Vestmannaeyja, þannig að það í gegnum tíðina þá hefur verið gríðarlega mikil samskipti milli lands og eyja. En hvernig það þið hafið ekkert hann að segja samt sem? Nei, við höfum nú reyndar gert athugasemd við það við Vegagerðina, þar sem að gamla siglingastofnunin En þeim finnst eðlilegra að Vestmannaeyingar stýri þessari höfn og við höfum auðvitað gert athugasemd við það, en þannig nú staðan. En skiptir hún ykkur máli? Hún skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Maður má í raun og veru að segja að Hvolsvöllur breytist í svona eins og lítinn ferjubæ í Danmörku þegar að Herjólfur fer að ganga hér á milli. Og sem sagt hérna verður svona áningarstaður menn tíma jafna hérna og þetta skiptir þjónustu á svæðinu miklu máli og þannig að hagsmunir okkar, þeir tengjast þessu og við viljum gjarnan og höfum verið að reyna að berjast með Vestmannaeyingum við það að höfnin virki betur en hún gerir. Hæskútan skríður skínandi yfir sæ, sem fugl á flugi, ferskum í sunnan blæ. Já, það hefur gengið misjafnlega að nýta hérna nýju höfn síðustu 5 ár og sumir hafa gengið svo langt að kalla hana sumarhöfn. Nýliðin vetur var svo erfiðasti frá opnun Landeyjahafnar hvað þetta varðar því að höfnin var lokuð samtals í 5 mánuði. Ferðaþjónustubáturinn Víkingur hefur náð að sigla eitthvað höfnina í vor en fyrsta ferð Herjólfs á þessu ári var 1. maí. Og síðan hafa komið dagar þar sem ófært hefur verið fyrir Herjólf höfnina vegna sjólags. Takk alveg æðislega fyrir. Herjólfur kominn í Landeyjahöfn, voruð komið þá? Nei, það komið langt fram að voru hjá okkur. Hvenær voruð hjá ykkur? Það byrjaði að voru hjá okkur miðan apríl, svona 20. og 4. apríl má segja. Þá höfum við siglt eftir það stöðugt 2 ferðir á dag í Landeyjahöfn. Hverju breytir það? Það breytir öllu fyrir Janar. Málið það að Vestmannaeyjar það eru einangraðir þegar ekki siglt til Landeyjahöfn því að 3 tíma ferð í Þorlákshöfn. Það þýðir að ferðafólk kemur ekki þá leið. Hérna hálftími yfir og eiga að vera 5 ferðir og það breytir öllu. Við höfum verið að láta gera svona könnun einmitt varðandi ferðamenn og frá 2008 til 2014 157% aukning á ferðamönnum á þessu svæði.
sem dæmi má taka hingað koma 770.000 ferðamenn á ári sem gríðarlega mikið. Það stoppa 515.000 ferðamenn við Skógafoss og ef mann tölurnar rétt þá eru 83% af þeim útlendingar. 400.000 manns stoppa við Seljalandsfoss og 78% af þeim eru útlendingar. Hingað á Hvolsvöll stoppa svona þau bil 300.000 ferðamenn og í Þórsmörk, þetta alltaf okkar svæði, að þar koma 140.000 ferðamenn. Og það má alveg svo sem gefa sér það þá kannski í framhaldinu að stór hluti af þessu fólki skrippi yfir til Vestmannaeyja ef Landeyjahöfn væri opin? Ekki spurning, alveg ótrúlega margir og það dálítið sorglegt að sjá það þegar að Landeyjahöfnin lokuð. Til dæmis í síðasta mánuði þá vorum við að sjá hérna ferðamenn, puttalinga og þeir voru hérna á leið í Landeyjahöfn og voru með svona skilti sem stóð Vestmannaeyjar en þá var siglt til Þorlákshafnar og það náttúrulega ekki nógu gott. Nú Suðurland búið að vera fullt af ferðamönnum bara í allan vetur. Já. Hvernig hefa þeir skilað sér til ykkar? Framundir mánaðamótin mars-apríl þá fengum við 10 frá áramótum. Það segir bara allt. Við vorum mjög bjartsýn líka hérna borð, sko. Við fórum úr 125.000 farþegum í næri tæplega 300.000. Búin að vera núna síðustu árin. Þannig að það var mikil breyting. Þetta stutt leið og afkastageta skipsins sem miklu meirinn. Þannig að það margt sem gott hérna. Það þarf bara að laga höfnina lítið meira. Ég hefði viljað sjá garða hérna lengra út. Það ekki allir sammála því. Verða menn einhvern tímann sammála þetta mannvirki? Nei, já, ég veit það ekki. Það tekur tíma kannski að byggja þetta. Það hefur nú tekið tíma aðrar hafnir hérna, eða bara alls staðar á Íslandi. Það eru auðvitað margar kenningar þessa höfn og margar kenningar að það þyrfti að framlengja varnargarði í austur og svo framvegis. Ég trúi því að í fyllingu tímans að þá kom þetta til með að virka betur en að gera í dag og menn segja líka að nýr Herjólfur sé lykilatriði í þeim efnum. Þetta sjálfsagt ágætis skip en ég hefði byggt stærra skip ef ég hefði ráðið en þetta ábyggilega mjög gott skip, það bara lítið. Lítill fugl á laugum teig, losar blunda mosa sæng, heilsar glaður heiðum degi, hristir silfur dögga vatn. Þessi fugl leyndist í kvenfélagsskóginum á Flúðum, en það einungis á færi þeirra sem eru læsir á skóga að koma auga á svona fugla og gefa þeim líf, ef svo má segja. Þú kallar þetta lesið í skóginn. Það byggist á því, skal ég segja, að þá maður að reyna að sjá í hvað get ég notað þetta, í hvað passar þetta. Þetta eru svona tvær nálgunar aðferðir að nýta úr skóginum. Það er annars vegar þetta, við förum og erum að greisja og taka það sem þarf að taka og þá spurjum við hvað getum við gert með þetta. Og þá kemur í ljós að það margt ýmislegt sem það getur búið til úr þessu. Svo hin aðferðin, að maður alltaf að búa til einhvern ákveðin hlut, þá fer maður og leitar að ykkur sem hendar í það, sem passar í þetta form sem maður alltaf að gera. Og ég get alveg sagt að það er voðalega auðvelt að telja sér trúum það að þurfa að taka þetta til þegar maður er búin að finna eitthvað sem passar manni vel, sko. Fyrst þegar ég var að byrja með þetta, þá var alveg eftir þetta að fólk tímdi bara alls ekki að taka nokkra grein í garðinum hjá sér. En svo breyttist svolítið viðhorfið þegar það fór að sjá að það gæti nota þetta eitthvað, gert eitthvað með þetta. Guðmundur hefur haldið yfir 100 námskeið víðsvegar landið og kennt ungum og öldnum að lesa í skóga. Ég skal sýna þið hérna. Sko, ég má saga hérna rétt við. Ekki of nálægt og ekki skilja eftir stubb. Bara alveg rétt við. Þá lokatréð þessu alveg hindi kvelli, sko. Hvenær byrjaðirðu á þessu að halda þessi námskeið? Það mun hafa verið 99 sem er fyrsta námskeiði með Óla Odds upp í Haugadal. Og hvað kom til? Það var, mér þótti bara aðferðir svo skemmtileg, ég lærði þetta út í Svíþjóð. Þessa tálgu aðferð sem þeir kallaðu læst greip Svíarnir en við höfum kallað það
svona lokuðu hnífsbrauðin eitthvað svoleiðis og ég hafði kynnst Óla upp í Haukadal í sambandi við þegar var að opna þjóðskógana og hann svona eggjaði mig á að prófa þetta á og var með mér á þessu fyrsta námskeiði og var enda mikið fleirum sko. Varstu búinn að vera eitthvað að tálka svona áður? Ekki nema bara svona sem krakki sko. Það var náttúrulega svona strákapeir alltaf eitthvað að tálka sko. En það var nú bara með vasanhíf og svona ekkert merkilegu græjum sko. En hvað var svo til að þú ferða að, bara í framhaldsnámi í tálkun? Já, ég var nefnilega í fríi frá kennslu og var sendur til útlanda til að læra meira, þá getum við sagt. Og þá hitti ég á þetta námskeið upp í Svíþjóð. Hitti þannig á að ég var að koma úr námskeiði frá Grænlandi og átti lausa eina viku og áðurinni var að fara á þennan skóla einmitt sem heitir Seteglentan upp í Dölunum í Svíþjóð. Og þá prófaði ég að hringja í skólan og fékk eina þetta námskeið sem kölluðu tálka með hníf og exi. En ég hugsaði mig, ég kann nú að tálka en lét nú slagsand á fór. En þetta var bara allt annað og ég kunni ekki að tálka. Og þetta svona vakti mikla athygli mína og svo fór ég að prófa þetta með krakkana hérna í skólan. Fyrst tók ég 1 bekk, 7. bekk manni var og fáir krakkar í honum og svona rólegi krakkar. Foreldrar voru nú ekki dóðlega ánægðir með það. Það setja hnífa í börn. Beittan hníf. En þeim þótti var gaman og svo bara vatt það upp á sig að þannig að það voru allir bekki komnir í þetta eftir örstuttan tíma sko. Og þetta var algjörlega ófært þetta hérna. Já. Samlega sko. Já. Og þetta bjugguði bara til eða hvað? Já, þetta var svo búið til skýli þetta fyrir krakkana og þau svo eldaðu hérna, bakaðu brauð hérna og svoleiðis í skóginum á veturnar. Þá bara tekin grein og degið vafið upp á endanum greininni og svo eru við hérna að baka brauðið. En hægt að búa til eitthvað úr öllu? Það má segja það, já. Það alveg ótrúlega margt sem þetta að búa til úr. Hérna nú bara smá lurkur sko. Ef ég væri á námskeiði hjá þér og ég myndi koma í svona spýtu. Þá myndi ég byrja að láta það hafa svona greinarbút og svo átt að æfa að tálka, ekki vera að tálka samt í tréð vegna þess að þá ertu að hugsa hvað hnífurinn fer. Gleymir að æfa puttana. Já. Æfa þessar hreyfingu saman hérna. Og svo þegar maður fyrir að tálka þá getur maður mókað þessu upp hérna alveg hreint. En svona tálkun, það var þetta, þú veist, þessi hreyfing, hérna svona. Það stór hættið, þá þú í stór hættur sko. Og bara henda þessu út um að. Þetta alveg, maður getur ekki skorið sig hérna sko. Og svo tekur maður til að tálka frá sig, þá erum maður með fingurinn hérna á og tálka svona. Og að því sögðum kveðjum við Guðmund, töluvert læsari á kvenfélagsskóginn á Flúðum. Langaði að tálka sér svona. Að því snilldar verki nást. Kannast einhver við að hafa hort heim að sveitabæ og velti fyrir sér hvernig lífið gangi fyrir sig hjá þeim sem þar búa. Hjónin Ragnhildur Jónsdóttir sem alltaf kölluð Ragna og Jónas Erlendsson hafa sannarlega nógu að snúast á þessum árstíma en þau voru samt sem áður til í að svala forvitni okkar og tók okkur vel þegar við bönkuðum upp á og spurðum frétta. Lífið náttúrulega bara sauðfé. Við erum hérna dag og nótt í fjárhúsinu og þær að bera allan sólarhringinn þannig að það þarf bara að vera yfir þeim. Getur ýmislegt komið upp á. Við erum hérna minna, við sofum hérna inn í kompunni og bara erum í þessu. En hvernig hefur gengið núna í vor? Það hefur bara gengið ágætlega. Það mætti vera svolítið hlýrra. Þessi kuldi ekkert slæmur fyrir litlu krúttin? Nei, þau eru allt í lagi. Ef þú komast á spenna þá eru þau safe. Ég frétti að þú væri mjög fjárglögg og þú þekktir hverja einustu kind hérna, er þetta rétt? Já, það er rétt. Og er það eitthvað sem þú hefur alltaf haft eða? Já, en samt að frekar aukist með árunum held ég. Og lömbin, þekkirðu þá ættarsvipinn eða? Stundum, já. Þau hafa mjög sterka svip frá feðrum sínum yfirleitt.
Það getur vitað undan hvaða hrút þau eru. Líkari þeim en mömmunum? Já, af því þeir eiga svo mörg kannski. En hvað eru þetta mörg lömb sem að fæðast hér á einu voru? Þetta eru 500, kannski rúmlega 500 lömb. Og þú þekkir öll? Eða svona, ekki alveg? Ég þekki alla fullorðna kindur. Og svo eru kindur bara mjög skemmtileg dýr. Maður geti gert alla kindurnar á gæludýrum en það bara borgar sig ekki. En eru þeir, eins og þessi 500 lömb, eru þetta mismunandi karakterar og típur? Já, mjög mismunandi. Þau eru allt frá að vera bara leti haugar upp í svona fjörkálfa. Hvernig mömmur eru þær? Það eru yfirleitt mjög góðar mömmur. Það er bara að hugsa sín lömb og berja hinar frá ef það er eitthvað að bást upp á það. Hvernig semur þeir? Það er mjög mismunandi. Þær geta verið bálillar. Ég setti 2 saman í nóttið mitt og önnur þeir ætlaði að drepa hina, bara hreinlega. Ég var bara að flýta mér að stíga þær í sundur. Og þú náttúrulega samt ert ekki það tengd en þú vitir hvert ágreiningsefnið var? Nei. Þú ert ekki komið svo langt? Nei, ekki svo langt. Þær eru oft svona eftir ættum. Þær fá svona sérstök nöfn. Sumar eru með borgarnöfn og sumar eru með nöfn eftir hljómsveitum eða einhverjum blómum og bara svona eitthvað sem tengir það saman oft. Hvar er hljómsveitarættin? Þær eru hérna út allt sko. Írafár reyndar ekki til lengur en undan henni eru mjög margar kindur. Þær heita allar, eða flest allar nöfnum af hérna söngkonum. Eivör og Birgitta og eitthvað svona. Sko Ellen hér, hún er númer 676, undan Fálka og Birgittu. Og faðir lambanna heitir Þráður. Þannig að þú veist, þú skráir að date, þú veist alveg hver heitir hver? Já, það er alveg á hreinu. Ragna er sveitastelpa úr Mýrdalnum og Jónas borgarstrákur úr Breiðholtinu sem átti sér snemma þann draum að verða bóndi. Ég var hérna hjá afa mín og ömmu sem krakki á sumrin og svo á vorin þá fékk ég að taka prófin fyrr í bænum til að komast í sauðburð. Hvað sögðu amma og afi þegar þú ákvast að koma og setja sér að með þeim? Þau voru bara mjög ánægð. Þau svona hvöttu mig frekar til þess. Og þetta er þeirra jörð? Já, ég kem og tek við af þeim sko. Hér er eitthvað að gerast? Já. Veistu hver þetta er? Þetta er hún Ellen. Og þetta lítur allt eðlilega út eða hvað? Já, það er bara komið fótabelgur og það bendir til að lambi sér rétt, þannig að þetta ætti að ganga. Fyrir það bil 25 árum bættist bleikjueldi við búskapinn í Fagradal og segja má að það hafi vaxið og dafnað vel líkt og sauðfjárræktin. Ég er með á annað 100 sekúndulítra af sjálfrennandi vatni og ég geti framleitt sko 20-30 tonn með góðumóti. En þú vilt það ekki eða hvað? Af hverju gerir það ekki? Nei, sko, nú er ástæðinni svo að við erum bara 2 í þessu, ég og konan, og þetta er bara alveg nóg. En þið sjáuð hér alveg bara stóru landsvæði, veitingahúsum og hótelum fyrir bleikju, er það ekki rétt? Jú, ég er að selja bleikju frá hérna Kötlu, hérna á Höfðabrekku, og alveg vestur undir Önnukaffi, undir Eyjafjöllum. Heyrðu, og svo er það peysurnar. Hvenær hefur þið tími í þetta? Það er alltaf tími á kvöldin og svona veturnar. En hérna, munstrin? Já, ég er bara útbýð munstrin yfirleitt sjálf. Bara byrja og spurning hvað kemur út. Og ég sé að það hafa nú komið nokkri lundar hérna. Já, það hefur verið svolítið mikið af lundum í vetur. Og er það bara af praktískum ástæðum? Já, það seljast vel. Svo er dráttavélarnar. Hvað kveikti þessa hugmynd? Jónas fékk sér nýja dráttavél í vetur og þá var hann að fá peysu í stíl. Þetta er ekki af kindunum þínum, þetta er ekki ullin þín. Það getur alveg verið það. Já. Þetta er af einhver ull frá Ístex og mín fer öll þangað, þannig alveg eins. Það gæti alveg verið, þetta væri þínar kindur. Þess vegna.
Við byrjuðum á því sko á sín tíma að reyna að koma saman kór og ég útvegaði manneski til þess að stjórna okkur og spila undir. En það gekk ekki. Svo fæ ég allt í hennu bara skilaboð frá Ásu Berglind og hennar vinkonu sem voru þá í náminu. Auglýst eftir að við kæmum og ósku eftir að við kæmum hann niður á 9. Með það markmiði að reyna að gera eitthvað svona. Nú maður fór í þetta og svo held ég allir þetta nú afleiðingarnar, eða hvað að kalla það. Þetta alveg dýrlegt að vera í þessu. Mjög gaman. Það var gleym mér ei. Við hittumst einu sinni í viku, nema þegar það er svona eitthvað stórt í vændum þá skellum við á aukaæfingar og æfingadögum og svona og það er alltaf mikið stuð. Við bara yfirleitt búum til eitthvað svona þema fyrir hverja önn fyrir sig. Við erum með jólatónleika í desember og yfirleitt svolítið óhefbundna. Einu sinni settum við á svið leikrit þar sem að þau voru jólasveinar og Grýla og ég veit ekki hvað. Og svo höfum við haldið vortónleika og þá höfum við unnið eftir ykkur svona þemum. Einu sinni vorum við með poptónleika með nýri íslenskri poptónlist og poppljómsveit með okkur. Svo vorum við með sjómannaþema einu sinni og núna er þetta latínþema sem að við ákváðum bara að væri það skemmtilegt að það þyrfti að koma út á plötu. Og það er ástæðan fyrir plötuútgáfunni? Já, í alvöru þá var það bara þannig á æfingu 2, þar sem við vorum að vinna með þessi latínlög, þá bara gerðist eitthvað og ég segi bara krakkar, þetta þurfum við bara að gefa út eða eitthvað og þeirra fyrstu viðbrögð voru búin að bíða eftir að þú sagðir þetta. Óraði þið fyrir því að þið ættu eftir að gefa út disk? Nei, þarla ekki að mann. Hvernig lífsreynsla var það? Það var allt í lagi sko. Sjálfur sér hefur maður nú tekið þátt í þessu sko. Platan kemur út núna í lok maí og segja má að nöfn gestasöngvaranna hljómi kunnuglega. En í þeim hópi eru Kristjana Stefánsdóttir, Salka Sól, Jónas Sig, Unnsteinn Manuel og Bókomil Font. Flest lögin eru þekkt íslensk dægurlög, en eitt lagið er eftir Erlu Markúsdóttur, kórfélaga, sem þar með stígur sín fyrstu skref á tónskáldabrautinni. Þó sól á lofti læki, ég leik mér enn sinn, og æsku árum fæki, ég áfram þráðins minn. En hvernig var þetta lag til? Það var þannig sko, Ása Berglind, hún fæði okkur til að gera allt mögulegt. Að það var verið að sjóða saman lag að voru til og hún segir við okkur að svo gerum við meiri í haust og þau getur gert eitthvað heima ef þið viljið. Og mér dætti ég að prófa. Hún skrifaði niður lagið og svo var hún bara komið með það í sönga og ég vissi. Og skilaði þið inn á nótum eða söngstu þetta bara fyrir hana? Ég svona raulaði þetta og hún skrifaði það niður. Í tónalandi ég lifi, það lífsgleðin að finn, og taktfast klukkan tifir og tíminn huggi kinn. En svo áttu líka textan? Já. Hefurðu gert eitthvað mikið af því að setja saman? Bara svona eins og konur gera svona í eldhúsinu hjá sér stundum. Áttu eitthvað meira hún í skúfu kannski? Það er nú svona ekki mikið. Þú yrkir ykkur? Já. Við vorum, það er komið haust hjá okkur sko. En samt gleðinu það? Já, og við höfum að njóta lífsins þannig að við geta það. Heyrðu, og þú férst mikið merkisplagg í dag? Já, já. Og mér óraði mikið fyrir því þegar það var verið að stofna stef að ég myndi gerast meðlimur. En það gerist í dag? Já. Þannig að þú ert formlega orðin tónskáld? Eftir því að dæma. En ætlaði að fylgja plötun eftir? Já, við erum með útgáfa tónleika. Það verður allt sett upp. Það verður rosa flott hljóðkerfi og allir söngvararnir og hljómsveitin og öllu verður tiltjaldað. Þetta verður í Þorlákskirkju 31. maí og svo í Gamla bíó í Reykjavík 2. júní. Og það er fyrsta skipti sem við höldum svona tónleika í Reykjavík. Þannig að ég hvet fólk til að tryggja sér miða og koma og eiga þessa stóru stund með okkur þegar við fögnum útgáfu plöturnar.
kannski bara fyrstu af mörgum, hver veit ég. En ég ætla nú bara að fá að segja bara innilega til hamingju með þetta allt saman. Takk fyrir, það var gaman að fá okkur. Takk fyrir að taka á móti okkur. Takk fyrir. Takk sem leiðis. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.